Hvað svona, þú veist, fyrir utan eldatri, hvað svona eftirminnilegasta sem þú manst þetta sem við gerum? Sko, ég man bara eftir sársökafölsu. Já, ok, það var eldurinn. Það var eldurinn og þegar ég breyta mér rifbeinin og... Já, það fórst niður hérna Bláfjöll. Já. Þegar þú braust á rifbeinin og reyfst á nefið. Já. Bæði skiptin sagði ég við sleppti þessu. En þú hlustaðir ekki. I'm a showman. Can't stop the show. With the punches. Hvað er þetta að bylla? Ég veit það ekki. Nei. Hvað segir þið, Birkir? Ég er bara góð. Ekki? Ég er mjög góður. Feskur? Já. Hvernig er sumarið að fara með þig? Sko, það er tvennt. Það er tvennt. Aha. Sumarið er ömurlegt. Já. Bara, hvað var ég held í fréttunum í dag að þetta var, hvað, sólalausasti júlí í 100 og eitthvað ár. Til hamingju Ísland. Nákvæmlega. En, í öðru lagi, Já. ætla ég að vera jákvæður. Ok. I'm gonna bring it back, jákvæða Birkir. Yes. Vei. Hvað er svona neikvætt við að vera jákvæður? Orkusuga, þú ert það sko. Nei. Jú. Ha? Nei. Drepu fólk í kringu þig þegar þú svona jákvæður sko. Skrítið, Þórun segir þetta líka. Já, kannski eitthvað til í þessu. Það er svo mikil orka. Jákvæðni. Svo gaman að vera til. Já, það er það. Ég veit það, en þú veist, þú ert samt orkusuga þegar þú ferðir inn ekki, sko. Ég ætla að taka jákvæð þetta ár. Já. Bara frá með deginum á morgun. Á morgun segir svo landi. Nákvæmlega. Og það var smá neikvar í dag. Já, ok. Ég get ekki byrjað þetta þannig, sko. Nei, það er að vera. Ok, fyrst að þetta ætla að byrja á morgun. Fuck því sumar, sko. Fuck it. Þetta er fucking ömurlegt sumar. Það er júli bara viðbjöður. Já, við erum stættir núna í loku júli hérna að taka upp. Svo kannski þessi þáttu kemur út kannski eitthvað 2 vikur eða eitthvað. Þá kannski búið að vera bongo í 2 vikur. Allir bara, hvað er að tala? Nei, fucking kjaftaði. Þetta er Ísland, sko. Það er ekki séns að vera bongo. Nei, ekki séns, sko. Ertu búin að vera að fylgjast eitthvað með The Olympics? Ég horf eitthvað að hjólabreita dæmi í gær. Það er duttu til allar stelpunar nema 2. Shocker. Tjók. Ertu ekki búin að horfa á þetta? Ég er að bjarga þér. Ertu búin að horfa á þetta? Herði. Maður má ekki grínast hérna, sko. Nei, ég er eiginlega ekkert búin að horfa á þetta. Ég hef búin lítið takmarkan á þessu. Ég sá reyndar einhverja ljósmynd þar sem að allir voru að hneykslast á opnunaratriðinu þegar voru að leika svona síðustu máltíðina en Jésu sem við öll vitum að það er náttúrulega bara fiction tale. Sem kom strumpurinn upp. Nei, það var eitthvað gæi búning og hann með eina kúluna út úr búningnum. Það var bara svona eista bara. Já, er það ekki strumpurinn? Er það strumpurinn? Ég veit það ekki. Það ekki, strumpurinn var ekkert the Papa Smurf. Þú veist, ég sá bara myndina, ég horfði ekki á atriði, sko. Já, ok, ég sá að lyfti upp lokinu og þá var einhver gaur með gult skegg. Átti þetta að vera strumpur? Ég veit, ég kalli þetta bara strump, sko. Þeir eru frá Belgíu, ekki Fraklandi, sko. Nei, þú veistu hvernig hann leit út? Nei. Hann, veist, gult skegg. Já. Og málaður allir blár. Í Speedo. Why? Spurðu Frakkana. Það eru skrýtnir stundum. En það er náttúrulega í fullt af löndum sem hafa ekki hugmynd hvað aðra þjóðir eru að tala því að hann mátti ekki sýna þetta í öðrum þjóðum. Eins og Bandaríkjamenn, þeir hafa ekki hugmynd það smurfdæmi, sko. Wow. Já. Mind blown. En þetta er bara munin á núna. Veist, ég ætla bara að segja eins og Já. Það var eitt þarna sem var ekki alveg viss, það var hann að danshópurinn. Ok. Veist, allt í góðu með það það voru konur í með skegg og í pilsum og síðan var konur með skegg sem voru ekki pilsum og svona. Og það var eitt þarna ungu strákur sem var bara ég er bara ekki viss hvað er hvað.
Ég eitthvað, já, svona að vera bara kynblindur sko. Kynblindur. Það ekki? Vá, ég ætla að setja búið til nýtt orð. Það ekki eitthvað? Það eitthvað núna, þú varst að búa til held ég. Já, veist, ekki bara allir orðin kynblindur í dag? Þú veist ekki, þú getur ekki Herðu, í dag Nei, fyndi Þættinum í dag. Er ég að fara í villugundur hérna? Ég veit ekki, hvað má maður segja? Greinilega ekki þetta. Ekki neitt greinlega. Ég má segja þetta út af því að þetta bara alltaf langt. Þú ert lesblindur og kynblindur. Já. Vel gert. Já. Herru, er eitthvað sem þú virkilega vilt horfa á? Í Ólympíuleikunum? Já. Nei. Ég er bara alveg lausið það sko. Aha. Já. Manstu eftir var það í Peking. Beijing. Já, Peking. Beijing, Já. Þannig 2008. Það voru hérna, veist, alveg 1000 manns á trommum, alveg í takt og Ok. það var eitthvað svona geðveiki. Og síðan kemur, veist, og það er opnunaratrið. Ok. Síðan kemur opnunaratrið núna. Allt í rigningu og Papa Smurf þarna og Já. veist, þetta er ekki alveg á sama caliber. Já, þetta er ekki eins söluvænt, mennur það. Ekki alveg. Nei, ég meina, þú veist, það er eitt gæði með eista úti og eitt, þú veist, mála sem Papa Smurf. Þetta er eitthvað svona low budget dæmi. Frakkarnir eru bara we like it. We like the ball. We like a wanna ball. Herðu, við erum konar út í ruggli Ok, fyrir ekki. Herðu, í dag, Já. við ætlum að tala um Crash. Hörru, hvað er Crash? Hvað er Crash? Við getum leyft okkur að kalla þetta íslenska Jackass. Já. Og þetta byrjaði á undan Jackass í rauninni. Sko, We predate Jackass. við erum Crash. Við erum Crash. Og ekki bara ég og þú. Nei, við vorum fleiri vinnur okkar með okkur. Vorum aðna vorum 5 til að byrja með. Veist ég vorum 6. Já, svona allra fyrst. sumir inn og sumir út. Já. Og Allavega. sumir á spítala, það er ekki. Nokkur. Og náttúrulega á þessum tímabili þegar við vorum í Crash-dótinu, það, veist, eina sem við vorum að gera var bara, veist, hvenær byrjuðum við þetta? Sko, Að taka upp? við byrjum að taka upp langar að segja 98. Já, er það ekki? Ég hins vegar var búin að vera að þessu bara síðan bara stutt eftir fermingu sko. Byrja ég að gera eitthvað svona, nema ég var ekki með kameru þá skilur við, þá var ég bara að gera þetta bara Nákvæmlega, for shits and giggles. við vorum alltaf, ég man bara þegar við vorum yngri, vorum alltaf hérna á fyllir í Já, bara fíblast og fýblast og á fyllir í. bara hver gætt kom með lélustu hugmyndina til að framkvæma. Og það var einhver sem var eitthvað alveg bara, nei, ég trú ekki að þið hafi ekki gert þetta. Ég ekki bara, veist, Trúir ekki að við höfum gert þetta? Já. Já, eitthvað svoleiðis, já. eitthvað svo leis. Einhverju partíð hérna. Já. Og ég eitthvað að horfa þig, bara, verðum að rætta okkur kameru. Taka upp þetta shit, sko. Já, við erum alltaf byrjum ekkert að taka upp strax, við fórum bara að gera þetta. Já, síðan þegar við byrjum að taka upp. Og þetta er eitt af því skemmtilegast sem ég gert, Já. er að sjá ykkur vinina meiða sig og Já, það er fucking fyndið þegar að fólk meiðir sig. Það er það bara. ógeðsla Þetta fyndið. er bara innprentað í mannverðin að hlæja að þessu, sko. Þetta er bara, og náttúrulega Vinsarast á YouTube í dag er bara, þú veist, failure of the week, sko. Bara fólk að detta og sem við vorum með hverja einustu helgi. Já, bara nokkuð sem er viku líka. Ég man, fyrsta atrið okkar sem svona, sem við vorum bara, ok, þetta er gegn. Fyrsta stóra, Já. ég myndi segja að fyrsta stóra var þegar kveiktum í bakinn á þér. Sem var virkilega vanhugsað atriði og þú endar upp á spítala. Ok, pældi hvað þetta er vanhugsað. Hvað maður er virkilega heimskur, sko. Við erum búin að drekka allan daginn. Alveg bara, veist. Það var svo dölvar, sko. Já. Og hérna og mér langaði svona að spúa eldi. Já. Ég kalli, hvernig gerum maður það? Ok, við fáum grillolíu sem er Gekkið hugmynd. sem er bara the worst idea. Ógeðslegt að setja þetta upp í sig, sko. Já. Og við æfa okkur með að kveiki sokk og eitthvað. Við fáum Davíð við minn til að spúa á mig. Og ég ætlaði að vera eitthvað bara svona út með hendurnar, og fá svona eldin svona. Já. Nefnum hann gerði þetta full lengi. Nei. Jú, hann var full nálægt
og þetta var full lengi þú veist, Sko, þetta ef var þú ekki horfir á- þetta var ekki þetta var ef þú horfir tilbaka já, þá mistókst hann 3 eða 2 eða eitthvað já, og já. frussaði bara grillolí yfir bakið á mér Já, og það er alltaf búið aðeins að svona hvað segir maður, marinera gallinn galli shit sko Herru, og konu mín veist, ég er svo fegin að ég eiga góða konu að þessi tímabili var hann bara horfðu á mig ef þú fucking slasast það er fær þá er ég farin ég hún stóð við það ég alveg ég slasast ekkert maður og síðan kemur Davíð kveikir í mér Herru, og Þórun lappar í burtu Herru, ég leika þetta er smá vond smá vond Herru, ég fekk annars til spruna yfir allt fokkin bakið, nakkan báðar hendurnar og já þetta veist, þetta ég man alltaf eftir, við fórum upp á spítala ég fór með þér upp á spítala og á meðan vera bara að hlúa að þér Já. þá var ég einmitt í símanum við konuna þín að reyna að kæla hana niður þá basically verið að kæla ykkur bæði niður á sama tíma shit. hún var heitar en ég hún var svolítið reið en eftir þetta þá byrjaði þetta alveg þá fór þetta á fullt sko. fullt þá, þú veist þá vorum við komið með eitthvað atriðum já, og á sama tíma byrjaði alvöru Jackass á skjá einum já það er bara, eða, já, Þú veist, við vorum búin að vera þá kannski í svona 8 mánuði að gera eitthvað svona shit sko. Já. En við byrjum kannski að taka upp 5 mánuðum áður eða eitthvað líka. ég náttúrulega ég var að skuggasvæði einhvers þar í Garðabæ og var ekki með skjáinn eini maðurinn allana og eftir þetta þá byrjuðum við svona að fara fullt. það var lúmst gaman að þessu Já, það var óslega gaman. Þetta var svona by the way, ef þið eru að hlusta, ég ætla að setja eitthvað af þessum klippum á Instagramið okkar. já, þetta kemur einhvern tímann inn maður alveg Þetta verður um leið þetta verður fyndið, þá er þetta alveg vandræðilegt fyrir okkur. mjög Við erum búin að fullotnast í dag. smá Herru, síðan hvað síðan byrjaði þetta að rúlla eftir þetta þá fórum við vorum á MySpace, já, það er svolítið Já. fárlegt að segja þetta sem MySpace Nei, samt að svalasta við MySpace var að aðal kameramaður Jackass Rick Kosick já, þessi sem er alltaf að reyna að láta æla Já. lappa alltaf að hann og hann alveg bara já, herru, hann spottaði okkur á MySpace já, og hann deildi einmitt vídjónu þegar við kveikjum í þér já, og, pælið í því og gæjar eins og Ryan Dunn og Bam Margera lækuðu þetta hjá honum sko. eða svona eitthvað hjarta eða eitthvað hvernig það var, ég man ekki hvernig það var á MySpace og maður var bara fuck, it's happening við erum að vera stórir svo gerist ekkert Herru, jú, það var enda verra sem gerist eftir það þá vorum við byrjað að fá einhver views já, ég fer hérna í Ölgerðina, fæ sponsoringu já sponsin, já, hann var góður og áfengispons, áfengispons bara þeir alveg, já, drekkið endilega á hverjum degi tækið bara helling upp og, sýnið bara bjórinn og eftir þetta þá vorum við byrjað að fá frýtt shit út um allt Já. svo fallið var stökkið já, kynntumst við Sigurlund já, mitt Svalið Þorðingi nei, ekki heldur Sindra nei, þeir Þorðingi þeir beiluðu á fríu fallífastökki nákvæmlega, Sigurlind kom hún var fljóta að hoppa já, hún hoppaði með þér það var eitt af Það því var- skemmtilega sem ég gert það var mjög töff, ég reyndar hjælt með á jörðinni til að vera kameramaðurinn og ég bara, þú veist segðu bara, þú þorður ekki we were not meant to fly það er engin manneski með vangi við eigum ekki að gera þetta það var þvílík skemmtun og fara hvað sem okkur var leift fórum á jetski til dæmis já, bara hérna eru jetskiin já, húkum stíkastlega aftur í jetskiin og fórum á fullt, það var geðveikt. eðurlum eitt jetskið Svo er sagt, ég er ekki sammála það var stórt gat á því ég er ekki sammála þessi okkar að kenna það veist einhver klesta á eitthvað ég ætla ekki að við ekki neitt nei, en þeir voru bara já, þeir voru ánað með þetta þeir bara, Já, fuck bara, it. veist, Bara collateral damage og setja bara nafn á fyrirtækinu í vídeoð veli, ok og fara í rafting, það var já, geggja river rafting já. En- við vorum að fá þetta allt frítt það var geðveikt
what a day to be alive Þetta, ég meina, adrenalín sitt, hægri vinstri, all free og því líka veislan, sko. Og að vera voru náttúrulega heima með mér bara alltaf Mhm. taka upp og það er svo góð minning á minni hálfu Já. að vera með ykkur strákunum. Já, líka, við vorum alltaf út í bakarinn að taka eitthvað upp og þú veist, það er einhver 20 hæða blokk bara á baku hjá þér. Já, fullt af fólki að horfa. Við vorum alltaf með áhorfendur út á svölum og sumarkvöldum. Sáti bara og horfði, svo heyrði maður oft bara Það er þar. að geða fyndið maður, bara komið með áhorfendur. En síðan sko á þessum tíma þá vorum við bara herri, ok, eigum við ekki að reyna að komast í sjónvarpi. Já. Þar byrjaði til dæmis þessi eldingalegur við fræðina Já, segir maður það ekki. Þeir eru alltaf með mega. Já. Og óheppnin hjá okkur fylgdi á eftir því. Já, það var eitthvað svart ský yfir þessum hóp, sko. Átti kannski ekki alveg kannski mjög fegin að við áttum ekki þetta. Nei, þú veist, við komumst inn á Pottiví. Já, sko, Svali heyrir í mér. Ég var búin að tala við Svala Kaldalóns. Sigvalda Kaldalóns sem er Svali. Sem er í dag tennisvali. Tennisvali, já. Og fá mig svo bæðna maður, hvað? Já. Það heitir ekki búblur og bjór fyrir ekki neitt. Nákvæmlega. Já, og Svali heyrir í mér og bara er ekki búin að redda ykkur fundi. Hérna, og ég alveg, ok. Förum að það og hann eitthvað gera eitthvað atriði hérna. Ég bara, já, veist, ef við væri með fiska og bara slá, veist, og hann hleypur út. Já, kaupir stæðstu þoska sem ég sé á ævinu minni. Siggi bitslapparið með þeim. Veist, sikkur að hendina. Já, það var viðbjóður, sko. Og veist, við með músagildur hérna og eitthvað. Þeir ok, og Simmi vil farið sjá þetta á eitthvað. Hann eitthvað, ok, þið verða að sanna ykkur. Já, Jesus, það var verkefnið með þess. Veist, það var þáttur á Pafti Yin-yang sem heitir Yin-yang, spurningaþáttur. Og alveg hræðilegur. Þetta var ekki besti þátturinn á dagskrá. Nei. En það var alveg hort á hann alveg helling, sko. Fullt á ári. Bara eins og allt á Pottiví á þessum tíma. Já, það var hort á allt. Það var allir sem horfði á þetta. Það eru 5 atriði á viku. Já, shit, það var rosalegt, sko. Með fullri vinnu og bara til að sanna okkur. Og það var bara basically alla dag eftir vinnu hittust við, tókum upp. Það var mjög erfitt. Og líka bara að fá hugmyndir af einhverju til að framkvæma. Og líka bara að stór skada sig ekki. Já, líka það. Og þetta gekk mjög vel. Við náðum hann að 3 mánuðum. Og hann eitthvað bara, ef þið sannið ykkur í 3 mánuði, þá takk ég við af 70 mínútum. Já, því að Sveppi og Pétur Auti voru að fara yfir á stöð 2 í Strákana. Já. Þá vantaði einhverja þá ætlaði að halda áfram í 70 mínútur. Já. Við áttum að fara í það. Við áttum að taka við. En Bob TV bara hætt. Og ég eitthvað bara Nei, voru breytingar, yfirmannabreytingar. Að sá sem að setja okkur inn, hann var tekinn. Þetta ekki Kári? Steinn Kári eða ekki? Já, hann var komin inn. Já, hann var látið fara. Nei. Jú, fyrir skjá einskörinn. Já, skjá einskörinn kom inn. Hann kom inn og var nýr yfirmaður á Pottiví og hann bara, nei, stróku þetta út. Já, þetta heitir sirkus í dag. Þetta heitir sirkus í dag. Við erum ekki að fara með þennan þátt, þessi þáttu burt, það kom allt nýtt inn. Þar var það búið. Og þetta einmitt, og maður gæti ekki tala við þennan yfirmann. Hann vildi ekki tala við okkur. Hann var í fangelsi, sko. Já, fyrir það er nýkomandi eða eitthvað. Nei, hann var að vinna. Var hann að vinna þetta úr fangelsinu? Já. Við gáttum alveg að vera í heimsókn á Litla-Hraun. Ég vissi ekki að vera þar. Hann var að sitja af sér þarna þegar sem að ég hefði getað að plugga heimsókn þangað. Nei, en þetta er fyrsta svona, þetta er fyrsta dæmið sem við drápum. Já. Á Pottiví. Á Pottiví. Við erum alveg samferðir við drápum þetta. Já, því að svo fórum við einhvern tímann í viðtala á hvað hérna? Það var eitthvað fáraleg stöð sem að kom, sem að var svona átt að vera nýja 1 stöðin hjá stöð 2.
Sirkus? Nei, þetta var svona fréttastöð. Það var svona fræði þættir og íslenski þættir og eitthvað. Já. Sindri var með morgun þátt og eitthvað og við fórum við viðtal þangað. Nei, það var bara veist, það var Ísland í dag og síðan Ísland í bítið. Já, en stöðin hét eitthvað annað sko. Já, bara fréttastöðin. Man ekki hvað hún hét. En hún allavega búin að vera í gangi í 3 mánuði. Svo komum við í viðtal og 2 mínútur seinna hún bara lögð niður. Það var mjög og við allir horfum á hvernig hann bara, já, Ok, it happened again. Það förum í viðtal til á X-inu. Já. Til hvað heitir þér? Það var XFM. Já, XFM. Andri sem Andri á Flandri. Já. Hann tók viðtal við okkur og Helgi Seljan var með honum. Já. Sem svona gestastjórnandi. Og veitum menn. Já, þeir voru að fá okkur til sín af því að XFM var með sýningu á Jackass 2. Já. Forsýning. Þeir bara, við viljum að þið gæjar komið og verið með atrið í salnum á hann og myndin byrjar. Og við mættum svo hann morgunin í útvarpsþáttinn og þeir voru kynna okkur og þeir fóru að hefta mig og vorum að gera eitthvað svona atrið í þættinum. Svo kvöldið, svo bara tegðu við hann dag geðið langt yfir daginn, sko. Því að kvöldið var sýningin í Kringlunni og þá áttum við að vera með opnunaratrið fyrir myndina. Já. Og sína svo trailer frá okkur á undan Jackass, number 2. Og það gekk í gegn. Það gekk í gegn, við gerum fínt atrið í salnum og fólk hló og klappaði og þú meittir í pínu og eitthvað. Haltraði burtu. Svo kom trailerinn okkar að skjá inn í bíónu og þetta var markmið sem að ég og þú vorum búin að setja okkur sinni tíma að sjá okkur á bíótjaldi. Þarna kom það og það var trillt, sko. Ég settist niður að degi inn hjá honum. Já. Settist niður og sé bara kemur andlitið okkur. Ég bara þetta var geðið, sko. Yes. We have peaked. Skemmtilega en svo var XFM með að mitt dó. Já. Nokkur dögum með þetta. Og við vorum þarna á þessum tímabólti, þá vorum við þetta þátturinn sem varð aldrei. Já, alveg 100% sko. Og ég tala við eitthvað á skjáinum. Já. Tala við Kidda Bigfoot á skjáinum þegar hann var að vinna þar. Hann fær okkur inn. Já. Ég ennþá með sem sagt skjali sem ég gerði hvernig fyrstu þættirnir ætti að vera. Já, hvernig þeir byggður upp. Byggður upp bara og þetta er fundarskjalið okkar. Já, þetta ennþá. Ekki það. Og viti menn, þeir senda myndatökumann heim til mín að taka upp fyrsta þáttinn. Þetta er eitt skemmtilegasta kvöld sem ég upplifa, sko. Við vorum búin að stilla upp bara, þetta atriði bara no breaks. Það var bara keisla. Til maður nýta hennar tökumann. Og tökumarinn, hann góðu vinnur okkar í dag. Já, hann stillir upp ljósinu sínu ég ætlaði að hoppa fram af hústakina bara á garðborð, bara why not. Akkurat. Ég spark ljósinu niður sprengi það og hann ég sé þig ekki ég alveg, I fuck it Veitu hvað? Hoppa samt með enga kameru hann alveg, oh my god. Já. Og síðan bara fór kvöldið að stað og hann kom næsta atriði og ég held þetta að vera svona 5-6 tímur setna þegar helmingun okkur blóðugir og eitthvað. Þegar hann var bara þá var hann bara ég komi nóg ég er bara orðinn góður í kvöld, þetta er búið að gegja, ég er bara orðinn góður, erum við ekki bara fínir að hætta núna? Við eitthvað bara ekkert mál, við getum líka alltaf áfram, sko. Hann fór og við heldum að já, basically, með enga kamerur. Ógeðslega gaman, sko. Ég veit ekki eins og hver kona mín var á þessum tíma, sko. Ég veit ekki. Nei, svo kom hann fórum á Flass. Já. Og sama tíma hvað heitir, ég heit stöðin ekki Flass líka, Flass 104.5 104.5 eða eitthvað. Jú, þegar við vorum bara, sjónvarsdæmi ekki virka. Það ekki gangað upp. Þá sem hafa þeir sambandið okkur og við sýnum bara einu sinni viku held ég að verið nýtt vídeo á flass.is. Nei, flass.net var það. Flass.net. Já, og þetta var mjög vinsælt, sko. Já. Og svo byrja þeir með útastöðin á Flass 104.5 og láta okkur af öllum á útastátt. Jesus. Og þarna á þessi tíma var Steind að byrja, hann var með timeslot á undan okkur á föstudöfum og svo komum við á lögadöfum og þetta var svo mikið rugl þessi þáttur, sko.
eitthvað, ef það sko, ég veit að þú átt einhverja klippur Já, einhverja klippur, já, það eru ekki sem þarf að deleta Já, ég ætla að nota þetta Og gegn einhver einn daginn eða eitthvað gerist trúi sko. ekki að þetta gat farið bara í loftið Nei, líka, þetta er eini útastáttur á landinu held ég, sem var með sem var með disclaimer sem útastöðin setti bara þessi þáttur og þetta er endurspegla bara sínar eigin skoðanir, ekki skoðanir fyrirtækisins eða útastöðunar þeir taka ábyrgð á sínum orðum eitthvað. Pældi í þessu, breytti tíminn ég var að reyna að segja alls konar til að fá athygli Já, til að vera annarkvort hataður eða whatever já ekkert, Nei, hvað sem ég sagði ef þú myndir segja eitthvað þessi dag þú þurftir að flytja á landi sko. ég myndi þurfa Þetta voru einfaldari tímar þar sem að fólk mátti segja eitthvað eða þá bara fólk bara didn't give a shit Það er líka það, en fólk gives too much of a shit í dag sko. reyndar það er sko hvað heitir þátturinn hérna sem var á skjáinum hérna 20 most amazing videos Já, við fórum í það Herðu. já. á þeim tíma fannst mér uppáhaldsþátturinn minn ég var alltaf að horfa á Já, bara á 20 most shocking daredevils allt svona 20 most eitthvað bla 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 eitthvað. Hannu, hann var haft samband við því Já, ég fekk e-mail og fundi okkur á YouTube og þú seldir 2 atriði seldi 2 atriði til Bandaríkjanna og tókst allan peningin um vassan að því ég vann alla vinnuna I broke myself for this shit Já, hei, einhver þarf að vera með sjó eða einhver þarf að vinna vinnuna ok Herri, þú fyrst miklu meira sponsbjór heldur en ég sko Þú drast miklu meira en ég alls ekki Jó það er þetta kannski það sést Já, við erum ekki að tala um þess að það hafi verið eitthvað sakalega uppaði sko, ég keypti mér ekkert bíl fyrir þetta neitt sko ég ætla að paint a picture fyrir fólk sem er að hlusta Já. Atriði sem var keypt Það getur 2 keypt 2 fyrsta atriði var mér fannst svo góð hugmynd að taka garðstól Já, veist, og þú kannski klippar það inn í þegar ég er að segja það ég ætla að reyna það, já ég lappa hana með garðstólinn upp í grenitrí Já, ágætlega hátt svo hátt og þegar ég komin hann upp og bæði við erum svo dölvaðir hann sko og ég kalli bara, þetta er svo góð hugmynd að stökkva og lenda á honum Brotna definitely ekki þessi plastóll sko já, veist, þegar hann brotnar þá svona, veist, lendi ég mjúglega Já, Harri, allana, ég er komin upp og í atriðinu sést ég hrista hausinn þegar ég segi við ykkur bara ekki sjens Já, og já. ég dett já og meðan ég dett þá var ég leið fuck it, fyrst ég er að detta gerði ég þetta, já. en stóllin varð eftir og ég lenda á smettinu og sparka í hnakkan Mér finnst að finnast í þessu öllu þegar þú sparkar í hnakkan á þér ég er ekki svona liður sko. þetta er alveg veist, við værum eiginlega að sína þetta atriði á Já, hittatrið, var það ekki ég og þú upp á skúrnum hann Nei, hvað var hittatrið? þegar ég hoppa á garðborðið Já ég hoppa garðborðið af annara hæðinni Já, og lendi í miðjunni og veist, þetta er eins og tútupils enda þannig já Mér finnst það dóslega fyndi að ég man þegar ég var í e-mail samskipti við þá og þeir báðu getur lýst fyrir okkur atriðunum og ég eitthvað, það var ekkert mál og skrifaði bara bla 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 Birkir Einarsson lalala, döst þetta lalala svo notaði bara alltaf Jensen sem er alltaf, veist, ég er Jensson það var bara einhvern veginn auðveldra fyrir að segja Jensen heldur en að vera eitthvað Einarsson Birkir Einarsson þannig að þeir bara Jensen did that og ég bara sé svona gegga móral bara þú að meiða þig, ég er bara svona hann heitir Jensen það er fínt Já, því að ef það er þegar ég googlaður sést ekki neitt á þessu ég er góður en svo fréttum við mást einhvern tímann að einhver félag okkar sá að við komum á MTV það var eitthvað atriði frá okkur sem kom á MTV sem við höfum aldrei fundið Nei, aldrei fundið hann sagði ég sá ykkur á fucking MTV hann var tekið með svona eins og hvað heitir þetta svona montage nei, hvað heitir hann skeitarinn Tony Hawk nei, sem er á MTV alltaf með já, Rob Dyrdek Já. já. hvað heitir þættirnar Ridiculousness Já. Var það í því? hann var örgulega að tala um það allra fyrstu Ég var svo til að finna þetta sko
gangi okkur vel. Já, ég held að ég sé ekki séns. Þetta alveg margra mánaðar rannsókn að vinna að finna hann þátt, sko. Þetta eru konar nefnilega 30 seríur að segja eitthvað. Nákvæmlega. Og eitthvað bara, ég ætla. Já. Bara, Eitt þátt í viðbót. fjölskyldan. We miss you, daddy. Láttu mig vera. Ég þarf að finna þetta. Ég verð að finna Birki í þessu atriði. En hvað er svona, þú veist, fyrir utan eldatri, hvað er svona eftirminnilegast að segja þú mannst þetta sem við gerum? Sko, ég man bara eftir sársökafölsu. Já, ok, það var eldurinn. Það var eldurinn og þegar ég breyta mér rifbennin og Já, það fórst niður hérna Bláfjöll. Já. Við erum búin að sýna það reyndar Já, var það ekki? á, hérna, Ég held að segja Instagramin okkar. já, með þeim fyrstum og, Já, með fyrstu klippunum, já. og að finna við það þegar ég sker, veist, á mig nefið Já. það er búið að taka yfir það held ég, sko. Já, ég held ég einhvers stað, sko, Aha. en þegar braust á ribbenin og reyfst á nefið, Já. bæði skiptin sagði ég við sleppti þessu, en þú listaðir ekki. I'm a showman. Can't stop the show. My show must go on. The show must go on. Herru, þetta er eitt af því ræðilegasta og ég er svo heppinn, Já, sko, öll þessi meiðsl þegar maður er í þessu, þegar maður er ungur, já, að maður hafi ekki slasast meira. já, Jú, jú, eitthvað svona, ok, eitthvað svona veist. alvarlega. Ég sko, Miður á nefinu. ég skar nefið nánast í tvennt Já, já. og það var saumað saman þarna á þessum yndislega lækni sem hlóa mér alltaf tíma nýkomið frá Ítalíu. Já, já. Það er svona hvítarður, Já. alveg sólbrúnn Já, var ég já. eftir. Uh-huh. Ég var svo brjálur út í sjálfum mig, sko. Vist alltaf að hoppa og gám Já, ógæslega vilja hugmynd, ég var búin að segja það. en sá ekki að hann var læstur, hann var svona Já, með stöng játstönginni. Já, og ég lendi náttúrulega, veist, ég er svo fegin að lendi ekki með tennuna. já, reyndar, það var alveg, Ef ég hefði, veist, það er alla farið úr, sko. bara En manstu, þegar við fórum í Keiluhöllina, gamla góða Keiluhöllina í Öskjuliðinni, þeir byggðu okkur að koma þangað og þeir settu sápu á brautinnar. ég er einu á Íslandi sem hefur farið nakin niður Keilubrautina og fengið fellu. slip í slæt, nakin Já, það Og var rosa gaman. og það finna við það var bara fjölskyldur hann að hinum Já, megin. já, þú veist, þetta var ekki hægt í dag. Nei, þú veist, það voru fjölskyldur bara í Í Keilu, Keilu já, já, bara 4 brautum frá okkur. sem kemur bara einhver nakin strákur Já, já, já. blík Og líka, þú veist, það var svo miklu krakkar að vinna hann í Keiluhöllinni, þannig séð. Já. Þeir voru bara, þú veist, voru bara að buða okkur að koma, herru, við erum með fulla sápinn og við sápum bara hérna. Þú veist, við þrýðum ekki einu sinni eftir okkur, þau þurftu að gera það, sko. Þau buðu okkur bara að koma, hendið ykkur hérna niður, við gerum það í örugglega svona 2 tíma eða eitthvað. Sjúklega gaman, sko. vorum á hjólabrettu Já, vorum, já. veist, slip í slæt það er eitt af skemmtilegu kvöldum sem ég hef upplegað, sko. Síkala gaman, sko. og veist, það er eitthvað sem stendur upp úr. Já, bara klálega, menn þetta var ógeðslega gaman. Síðan sögðum við bara bæ, Já, og þau þurftu að taka til. veist, út af því við áttum að vera með einabraut fyrst, Já, já. slip í slæt, Já, já. endum með 4 Já, og veist, ég veist að leifa okkur að gera þetta. þetta. Manstu líka hérna annað svona sidetrack. Já. Þegar við fórum að Akureyri að hitta Fat Man Scoop og gengið hans, eða þeir alltaf lemja okkur síðan, Nei. Pop TV senda okkur á pottið í bílum. Já. Og fullt skott á bjór og búið að leigja fyrir okkur hótelherbyggja á Akureyri og bara, herru, takk hérna pottið í bíl, bjór í skottinu, dríðu ykkur á Akureyri, Fat Man Scoop allar að hitta ykkur, Takkið dettið í það, jammið, hafið gaman, takkið upp. sko, Það var gæðið. það var eitt atrið sem við tókum mikið upp. Já, Þú varst að keyra já, og varum í jeppanum, ég ekki alveg keyrði ég strætt á það getur, þú varst komin upp í 170 já. kilometra hraða, Já. ég stend út úr hérna aftur Glugganum. glugganum Já, og fyrir að pissa. út í gluggan, já. Hugsaður keyra á móti Pop TV bíl að sjá okkur strák með tillingin úti að Á 170. að enginn hafi hringt á lögregluna. Ég var að sé ekki búið að handa okkur fyrir einhvern tíma fyrir eitthvað. Þetta var bara svo mikið svona, þetta var svo, það var engin ábyrgð á okkur á þessum tíma.
engin börn, engin lán skilur fyrir utan kamerana sem ég keypti og allt og mikið pening og borgaði svo aldrei upp ég eitthvað, það er strákar, ég ætla að kaupa ultrakameru og einhverja HD-vél widescreen, þeir bara wow, ég veit ekki hvernig ég fekk hana út úr búðinni en einhvern veginn fekk ég hana með mér með sko minimum down payment og stóð svo aldrei við restina greiðslinu og það var ekkert gert já, en ennþá nice. Hún er heima að mér hún er heima þér endar, já Herri, ég man reynda þegar við vorum eitt skipti heima vorum að taka upp og þegar ég var að hefta þig já. Pæli í því þeir sem er að hlusta að taka venjulegan heftara já. og hefta húðin á einhverjum já, oft oft og mikið og hérna gera sér satt eyrnalokk með heftara er að mig, herru, og síðan ekki nóg með það þegar Daði fór í gegnum þetta hún með heftandur að síðan var ég sko veist, ég er besti vinur hans ég skal taka þetta úr já, var the surgeon já, þú varst að plokka með einhvern hníf já, já grútskítugan ég var alveg vel blóður sko, bara magnaði fikk ekki sýkingu síðan finna við það sko 10 árum setna þá varst alveg, hérna ég held að þú hafi gleymt hérna hefti ég fann bara svona undir húðinni bara svona hart var þetta alveg svo fæðingablettur nei, þá var þetta brotur hefti sem var búin að ryðga já. og þegar við skárum það upp það var svona hóla ryðg og ég var ekki komið með sýkingu amazing sko líka með neitt geggja já. En manstu hérna, við fórum live show á Akureyri, vorum með live show á Akureyri og Ísafirði, meira á Akureyri það var ekki eins mikið stemning fyrir okkur í Ísafirði fórum túr hérna með Plugged og Crash, þannig að Plugged var svona DJ-grúpa, þeir voru að spila eins og Mófós ætluðum að vera með svona Jackass Live sko. Já, og við gerum það á Akureyri og það gekk mjög vel þetta var alveg, ég myndi segja þetta var slegið gegna því þið buðu okkur aftur sko. Já, þetta var fullt hús vorum að leifa einhverjum gestum á skemmtistaðanum að hefta mig skjóta mig með paintballbyssu hvar fenguðu paintballbyssu? Ég veit það ekki ennþá í dag, hvar fenguðu þessa paintballbyssu? Ég veit það ekki Herri, og aðalatriði var crossfestingin ég var crossfestur upp á sviði mjög dramatíst sko en fólk var líka bara, sumir voru bara hvað er í gangi og aðri voru bara fuck yeah ég lefði fólki úr salnum sko að negla naglan í gegnum hendina mér herðu, þetta atriði beit mig í rassin af því að þú stakst upp á þessu atriði og ég eitthvað, ok, ef þú ætlar að gera það bara þetta er bara atriðið herðu, svo voru eitthvað búið aftur og þú komst ekki hver þurfti að láta negla í sig að því að voru allir að tala um þetta this guy Leistu crossfesta þig? Ég leit ekki crossfesta mig en ég fekk nagla í gegnum sikkura hendina sko, hérna af því að fólk vissi að það hefur gert á og það vildi sjá það aftur eða fólk sem mistaði og ég þurfti bara að bítið að epli og taka það á mig sko. Ég er svo fein að ég fór ekki ánga takk með þér bastard eða þetta var geggjað tími það var engin ábyrgð á okkur það var fíblast eins og við vildum vorum útvarpi og sjónvarpi á sínum tíma og svo bara slatta vinsalir á netinu við vorum frekar stórir á minn sirkus við samstæðum með þeim einu sinni sem er svona gamla það var íslenska Facebook eins og við segjum á undan Facebook já, þetta var íslenskt Facebook en það dó eins og allt annað sem við komum nálægt með þetta krastæmi sko. fuck já maður en líka bara sem situr eftir við erum með yfir 70 spólur fullara efni bara frá mörgum árum sko. og við hefum þetta ennþá það væri svo gaman ég er búin að passa upp á þetta eins og gull sko. það væri svo gaman að gera heimildamynd kvikmyndina þáttin sem varð aldrei þegar maður fór niður í bæ bara, er þú gaurið sem kveiktir í þér maður er ekki alveg, það er hérna einn maður sem þekki mig já, ég heiti einu sinni mitt frænda minn niður í bæ hérna, og þá spurði mig akkur þegar hann sá mig hvað er ekkert myndaðaleg krú eftir þið núna ég bara, næ, það er frí í kvöld þetta var dröldlega gaman þetta var þegar maður var athyglisjúkur og maður þurfti einhvern veginn athygli eða viðurkenningu eða eitthvað af því sem maður var að gera sem að maður er svona blessunlega laus við í dag sko. ég vildi bara hafa gaman sko. það var nummer 1 sko. en við vildum athygli líka ekki, við vorum báðum mjög athyglisjúkir sko.
Hvað erum við að gera núna? Kannski það podcast til að þau maður ekki sér Sko. Þetta ekkert að detta úr okkur, sko. Nei, nákvæmlega. En þetta, blessunlega, var þetta aldrei neitt. Nei, það bara mjög fínt. Út af því að ég myndi vera, held ég, komin verð út. Já, ég held að, sko, ef þetta hefði orðið einhver stærra, ég held að við vorum báðið kannski bara með eitt fót eða eitthvað. Já, ég er að skera með löppina. Nei, ég er ekki að tala það að vera atrið, sko. Herru, ég var að pæla hérna, þegar nú erum búin að randum þetta alveg á fullu og fólk er svona eitthvað með þetta hvað þetta er. Við ætlum að setja einhverja klippur á Instagram eða hvað. Og það verður vonandi gott staf. Vandræðalegt en gott, sko. Vandræðalegt fyrir okkur. Já, en fyndið vonandi fyrir aðra. En þetta er aðalega bara kynna okkur hvað við vorum að gera í gamla dag. Nákvæmlega. Og það er aðalega bara bakgrunninn okkar, skilur. Þetta var mörg ára æfin okkar á sínum tíma, sko. Mörg? Þetta var alveg næst í 10 ár, sko. Já. Af bara vitleysisgangi. Við þroskuðumst allir mjög seint, sko. Og hvað? Ég man eftir einu þegar við tókum kerruna. Já. Og flengdu mér út í sjóin. Já. Það var mjög gaman. Það var hrikalega gaman, sko. Það var margt aðeins mjög gaman. Hoppum út í bíl og ferð og allir líka bílstjórinn. Síðan þurfti ég að hlaupa eftir honum. Já, bílum, já. Og datt. Já, bílinn stoppaði sér betur fyrir stein. Þegar við vorum að okkur vantaði atrygg. Pælið í þessu. Hvað ég er stundu klikkar. Guð blessi konuna mína. Já. Hún, eins og þú segir. Hún á skilið fullt af medalíum. Alla medalíunar. Fyrir að vera með mér. Já. Vorum hérna eitt skipti. Okkur vantaði atrygg. Fyrir engan. Já. Notabenni. Nákvæmlega. Og ég alveg bara, eyðilegum bíli minn. Já. Og hendum honum í liðinni. Já. Hann var með skoðun. Og gekk fínt. Já, þú gæst alveg nota hann alveg 1-2 árið viðbót, sko. Já, við hana, klassikeirum hann á 1.000.000, hendum honum, síðan alveg, já, ég þarf að komast í vinnuna á mánudaginn. Þetta var allt svona smá stegi, sko. Smá svona, að ég hátt spontaneous shit. Smá. Herðu, ég var að pæla svona í lokin. Já. Ég langar að prófa smá rekk í henni síma. Nú, hvernig? Ég ætla að sjá hvort það gangi. Já. Mér langar að syngja í vin okkar. Já. Og þegar þeir svara, þá langar mér að segja, herru, ég er busy aðeins núna, má ég hringi á eftir? Og bara sjá hvernig þið taka því. Leið mér þá að gera þetta líka? Já, ok, ég ætla að byrja að tengja mig. Og síðan hringi ég í 2. Já, ég ætla, ok. Sjá, það er ekkert víst að allir svara, það vita allir að vera stundum að taka upp, sko. Já, klippur þetta bara út, maður. Herru, maður sjá. Og klippur þetta bara út. Ég ætla að prófa að hringja þröst. Ok, tilbúin. Já. Þú mátt ekki segja neitt. Nei. Halló? Halló, þetta er þér. Blessar. Herðu, ég er svolítið busy núna, má ég hringja þetta? Þú sem hringdir í mig. Hæ? Þú varst að hringja í mig. Já, ég er bara svolítið busy núna, má ég hringja þetta? Ekkert mál. Ok, kallar minn. Ok, bye. Bye. Hvað var fyrir þar? Fuck. Þú hringdir í mig. Oh my god. Þú prófa það? Ég er fucking til. Ok, þú vart að tengja símaðin við hérna takkið. Fuck, hvað þetta fyndið. Þú hringdir í mig. Það hringi í hérna bróður konunnar. Ok. Þetta er bara, já, blessa, herri, ég er svolítið busy núna, maður hringi þetta. Nei, blessar. Herri, það ég hringi í þig á eftir, ég er svolítið busy. Ok. Veist, ég bara get ekki talað akkurat núna. Það virkar ekki, sko. Herri, ég er mjög busy.
Ok. Bye. Ertu með eitthvað annan? Já, ég ætla að prófa hérna Sko, þetta er það sem ég finnst mjög svo ógeðslega óþægilegt. Þetta er eins og hérna falin myndavél sem ég bara get ekki. Ég veit það Hjartað á mér er á fucking milljón. Prófa þú einnig viðbót, svo tek ég einn í lokin. Ég er bara ég er með ég skelf allur sko. Ég er alveg bara svona hvað er að gerast hérna sko. Þetta einnig viðbót, svo tek ég einn. Hvernig á ég að taka maður? Á ég ekki að taka Davíð? Jú, þetta er Davíð. Góð vinn þáttarins. Spurning hvort að hérna hvort hann svari. Jú, hann svarar. Prófa bara. Hvað svo? Þetta er fint. Já, halló? Herru, ég get ekki tala akkurat núna, ég er svolítið busy. Ok. Sorry, ég heyri bara setna, ég get ekki tala akkurat núna. Ok. Bye. Hann vissi að taka upp. Ég veit það, fuck. Klippið þetta út bara. Í hvernig er að ringja? Þú þekkir hann ekki. Já. Já, blessa ekkunsi. Herri, ég er svolítið busy núna, hérna, get ekki alveg talað, maður ringið setna. Já. Það er lagi. Bara svolítið busy, bara fæ að heyri það setna. Ekki málið. Ok. Þetta var svíli minn. Hring þú í þröst og takk það sama ég tók. Það er búin að ringja 2 sár. Nei, hann myndi pikka þetta strax. Já, það er fyndið, það er alltaf lagi. Ha, Það er alltaf lagi. er það í lagi? Já, það hringdi hann að segja bara, herri, ég er svolítið busy núna, maður heyri það eftir. Ok. Hei, Birgir. Já, sætt kútur, herru, ég er svolítið upptekinn akkurat eins og þér. Maður hringið eftir? Hæ. Hver er ykkur? Ekki eftir leið, þú veist. Það er smá glens í gangi. Herru, ég heyri þess þetta, ég er upptekinn, ég er að taka upp maður. Herri, færði raskat. Bye. Herru, Fucking amazing. bara takk fyrir daginn í dag. Já. Heyrðu seinna. Bye.